Þetta er búið að vera langt og flókið mál og maður veit ekki hvort maður á að kalla þetta Samherjamálið eða Seðlabankamálið eða saksóknaramálið, en ef við rifjum örstutt upp þá er þetta mál sem hefst árið 2012 með húsleit hér í Samherja. Það er orðið 3,5 ár síðan að þetta var. Nú er búið að fella málið niður sem eru kannski svona nýjustu fréttirnar. Langt ferli, samt virðist í einhvern veginn ekki alveg lokið eða hvað? Hvernig er þín upplifun á stöðu mála akkurat núna? Málinu í raun er lokið, þar að segja að ég veit ekki hvað Seðlabankinn mun reyna að teygja þennan lopa. Þetta er að sjálfsögðu gríðarlegt högg fyrir Seðlabankann sem byrjar hér í mars með fádæma ofbeldi, mjög ruddalegri húslit og það sem er kannski við skulum kalla þetta Seðlabankamálið, að þá er sem kannski búið að vera erfitt fyrir okkur sem erum samherja megin í þessu máli, er að það líða nánast 2 ár þangað til að við fáum að vita hvað var í raun kæru efni Seðlabankans. Við fáum að vita svona rúmlega ári, einhverjum 14 mánuðum eftir að málið hefst, að sé búið að vísa málinu til sérstaks saksóknara. En við fengum aldrei gögn það hverju var að vísa til sérstaks saksóknara. Þetta menn verður svona að hafa það kannski aðeins í huga. Og síðan vísa sérstakur saksóknari málinu tilbaka til Seðlabankans. Og þá líður mjög stuttur tími þangað til að mér er tilkynnt í hádegisfréttum að Seðlabankinn sé búinn að kæra nokkra einstaklinga, þar að segja mig og einhverja fleiri. Þá reyndar var ekki kæran farin úr húsi á Seðlabankanum þegar Seðlabankastjóri sá ástæðu til að koma fram í fréttum og tilkynna mér þetta. Það er ekki síðan fyrir áramótin sem að við komumstum í þessi gögn, og það var eftir að við vorum búin að kæra máli oftar en einu sinni. Þar að segja að við vorum búin að reyna að fá aðgang að þessum gögnum, og þá er hann ákveður ríkissaksóknari að nú sé ekki hægt að halda okkur í þessu myrkri lengur, heldur berið að láta okkur hafa þessi gögn. Þannig að það er í raun ekkert fyrir en að langleiðin eru 2 ár liðin fyrir að málið hefst, þangað til að við fáum að vita hvað Seðlabankinn kærði okkur fyrir. Það er að segja, við fengum aldrei að sjá kæru Seðlabankans á Samherja og fleiri félög þegar það mál var sendt til sérstaks saksóknara. Þannig að það er það sem er kannski ótrúlegt í þessu, að okkur er haldið í hálfgerðu myrkri í langleiðinni 2 ár, og það var mjög erfitt. Fréttir kom fram að það hefði verið ábending frá Kastljósinu hjá RÚV til þeirra brot á gjaldeyrislögum sem sett voru eftir hrun, og það sé ástæða húsleitarinnar. Hefur einhvern tímann verið upplýstur í rauninni það? Þeir Kastljós gerir fyrirspurn til Seðlabankans um ákveðna útflutning á fiski, og það er megin rökstuðningur Seðlabankans fyrir húsleitinni var útflutningur á fiski. Það var átumóti ekkert sagt í húsleitarbeiðninni hvað var mikið að ræða og svo framvegis. Og heldur og not 2%. Þetta var sem sagt, beiðnin var eiginlega úthugsuð og innihélt nú ekki miklar upplýsingar, og reyndar það svona annar kafli hvernig hún gat þá í raun farið í gegnum dómstólana. Og hún var það víðtæk, og svo reyndar kom viðbótar, var nú hringt eftir viðbótar húsleitarheimildum sem er líka mjög sérstætt. Þannig að það sem þeir gátu ekki haldið þeim gögnum frá okkur nema í 1,5 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þá var það að láta okkur hafa þau gögn, og við sýndum fram á rangfærslu gagnanna, og það er afskaplega erfitt að trúa því ekki þegar maður horfði á gögnum. Þá vorum við náttúrulega hálf agndofa hérna að sjá það að mennirnir kunnu ekki að reikna út meðaltöl, mjög einföld meðaltöl. Við útilokum ekki að hafa gert einhver mistök, sem þeir voru sífellt að breyta þessum reglugerðum. Og við vorum bara hérna að reka fyrirtækið, og auðvitað vorum við að reyna og fylgjast með þessu og gera þetta samskipsamlega.
og þá konar fyrirspurnir hér til okkar sem við höfum svarað öllum mjög fljótt og vel og við báðum bara bankan að fara yfir þessi mál með okkur og við buðumst til að koma að þessari rannsókn aftur og aftur og það var aldrei að hlusta á okkur. Við segjum bara að við getum vel hafa gert einhver mistök og þess vegna sögum við bara að þá viljum við leiðrétta þau og við viljum líka við gerum öll mistök og þú gerir mistök í rekstri og þá reynir þú að læra mistökunum og þú vilt líka laga þau að hægtir. Þannig að við útilokum það ekki til sjálfum sér og ég get bara nefnt sér ég er nú búin að taka nokkur dæmi og ég get bara nefnt því sem kannski það til nóg að taka að við maður kærður fyrir það að það gerist tvisvar á þessu ferli sem yfir ákveðin ákveðið árabil sem þeir eru að skoða að það er til þess Æsfress hér sölufyrirtækið það selur fisk fyrir einhverja 90 milljarða og það eru margir sem þetta eru gríðarlega mörg viðskipti að í tvígang sem dæmi gerist það á þessu 3 ára tímabili að þá eru erlendir viðskiptan okkar að þeir tvígreiða reikninga sem nú bara gerir stundum stundum borgar þú ekki reikning fyrir mistök og þessu tilfelli hafði mann tvígreitt reikningin við að sjálfsögðu það höfðu samband með og sagði heyrðu því miður ég er búin að tvíborga reikningin og þetta borguðu menn bara peninga tilbaka strax aftur svo maður kærður fyrir þetta vegna þess að við áttum að sækja heimil Seðlabankans til að fá að borga viðskiptaðin okkar sem við höfum verið í áralöngu viðskiptasambandi við smá upphæðir. Þetta gerði þetta eru til dæmis 2 tilfelli að við hefðum átt að sækja heimil til að gera þetta. Og það er alveg sama með að við kaupum ferskan fisk í Noregi til að flytja inn til vinnslu og það bara gerist þannig að við erum 2 daga til Noregi, kaupum fisk og við þurfum að borga hann og við borguðum hann. Það skal alveg viðurkennast að við sóttum ekki sérstaklega heimild Seðlabankans til að fá að kaupa hana fisk. Við töldum okkur vera að flytja fisk inn til Akureyrar til að vinna og skapa verðmæti, bæði vinnu og verðmæti og gjaldeyri. Ef þú ætlar að fara í svona og spurning er það, er einhver brotavilji á bakvið þetta? Svarið mitt er nei. Og þegar þú konir svona túlkanir eða hvort að þegar að hrunið verður að þá stofnum við bankareikninga í Noregi þá stöðvaðist gjaldeyrisyfirfærslur til Íslands meðal annars frá Englandi og fleiri löndum og sumir sögðust ekkert geta borga okkur vegna þessar óvissu menn áttu að borga okkur peningana til Íslands fyrir fisk og þá voru menn að draga greiðslur. Þannig að við stofnum bankareikninga í Noregi. Þannig að hluti af viðskiptum svo kallar Austur-Evrópulönd og þá England fór í gegnum Noregi á tímabili. Við vegna þess að það lokaðist fyrir peningagreiðslur frá Englandi. Við vorum settir á svo kallar hryðjuverkalista í Englandi. Og við, svo voru bara peningar teknir á Noregi. Til dæmis gerist það og þeir áttu að berast til Íslands innan ákveðna dagafjölda til dæmis bara ef jól og áramót þá voru sérstaklega margir frídagar þannig að það kom ekki peninga til Íslands þeir komu þá bara 5 dögum seint þegar 1 degi seint það Seðlabankann við höfum aldrei töldum þetta ekki brot í sjálfu sér þannig að þú getur farið alveg yfir svona einhverja túlkun á reglugerðum sem hefur ekkert með brotavilja að gera, hefur ekkert með það að gjaldeyrir ekki skila og svo framvegis Það að sjálfsögðu búið að koma fram með okkur svo glæpamenn og það náttúrulega það bara þannig og það náttúrulega búið að vera rosalega erfitt að búa við þetta og það náttúrulega þetta ótrúlega dæmi sem ég nefndi að okkur nánast haldið í myrkri í 2 ár. Þá heldur ekki möguleika hefur ekki gert mistök að laga þau. Það langlegin í 2 ár og að því leytinu til öll framganga Seðlabankans sem á að sjá til þess að atvinnu og efnahagsmáli hér séu bestu lagi og einstaklingar hafi það sem best og
ættu eða líka að búa í það að hafa sinn lægsta vexti á Íslandi og svo framvegis, að þeir eru allt í einu komin í einhvern svona lögguleik sko. Berðu traust til íslenskra stjórnsýslu í dag? Nei, það ger ég ekki. Það er algjörlega útilokað fyrir að gera það. Ég veit ekki hvort þú fylgist með þessari samfélagsumræðu sem á sér stað í netheimum, en þar heyrum maður stundum ummæli við umfjöllun líkt og þessa væntanlega það sem segir hvað er þetta ríka fólk sem á endalaust af peningum og hefur malað gull að bara væla yfir því, yfir þessu og hinu. Þetta er svona típisk, ég veit ekki, hefur orðið var við þetta? Ég fylgist ekki með þessu sko, en það er eins og sumir segir það má sko, ef einhverju einstaklingar sem að hafa peninga til að hugsanlega verja sig, þá má fara fram með offórsi gegn þeim. Í Samherja bara, sko, það er eigendur en hér vinna hundruð manna og hér hafa, sem sagt, að þessum dagstaglega rekstri kemur mikill fjöldi manna. Alveg sama hvort það er varðandi sölu á fiski, ganga frá reikningum fyrir fisksölur, taka á móti peningum og svo framvegis. Þetta er hérna galopið fyrir tugum manna allt hér hvað gerist og eins og sé hér vinna hundruði manna. Þannig það er ekki hægt að segja sko að það megi fara fram hérna með slíku offórsi eins og hefur verið farið fram hér vegna þess að hugsanlega hafi ég eða Kristján Vilhelmsson fjármuni til að verja okkur. Það réttlætir ekki þessar aðgerðir ríkisstofnunar gegn Samherja og því fólki sem hér vinnur. Þannig að í rauninni það sama hversu mikla peninga áttu að sitja við sama borð í réttakerfinu og aðrir? Já, sko, við getum fyrst alveg sagt sko að þeir sem hafa næga peninga, númer 1, 2 og 3 og nóg af fólki er Seðlabanki Íslands. Hann hefur nóg af fólki, hann hefur nóg af peningum og hann hefur líka fólk sem að yfirleitt þarf ekki að bera ábyrgð. Það er svona kannski munurinn á okkur og Samherja. En hvernig viltu að þessu máli ljúki núna? Hvernig eru þú sáttur við að því ljúki? Þú hefur talað að þú viljir að Seðlabankinn axli ábyrgð. Ég er kannski bara að benda á það að við, eins og oft er að þá, þegar fólk fær stöðu sakbornings, þá ertu kannski ekki að tala eitthvað vola mikið það. Það eru mjög margir búin að hafa stöðu sakbornings vegna ásakana frá Seðlabanka Íslands. Og það er sem að hefur verið ástæðulausu. Og ég er þess vegna að segja bara við bankar að farið og grípið inn í þetta. Þetta er ekki eðlilegt. Og það er að fyrst og fremst sem að ég er að kalla eftir. En einn daginn hérna þegar þú lendir í svona sko að þá verður að sjálfsögðu mjög glaður yfir þessu sé svona lokið. Fyrir mér er þessu svona nánast lokið skulum við segja. Svo verður náttúrulega rosalega reiður líka yfir því að þetta hafi einfallega geta gerst. Þannig að maður er svona svolítið svona rússipanna reið á manni í augnablikinu sko eða þessa dagana og ég ætla nú að láta þá sem bera ábyrgð bara á Seðlabankanum að taka ákvörðun þetta ef þeim finnst þetta eðlilegt og vilja láta banka vinna svona þá hérna er það á þeirra ábyrgð og ég vonast bara til að við sem erum í þessu fyrirtæki allt þetta fólk sem að hefur verið í kringum mig og staðið við þétt við baki á mér sem að hefur mér gríðarlega mikilvægt að við fáum bara frið til að reka fyrirtæki. Það að setja undir svona, ég bara óska ekki neinum þess. Það er bara svona, það að vera með þessa stöðu og líka það að það eru margir sem hafa nýtt sér þetta og látið orð falla bæði í minn garð og margara sem að hér þá vinna sem að
orð sem að ég held að menn hefur ekki talað til vera að láta falla. En málið í svona efnahagsbroti, þá það keyrt áfram í fjölmiðlum meira heldur en önnur brot. Ef að menn verða fyrir því svo ólánsamir að líka segja lendi í slagsmálum með einhverju, þá sagt var því að 2 menn slógust, annars slasaðist. Svo sagt einhvern tíðan, dómur fjallega ekki kannski sagt frá því meira. Svo bara taka með hún síðan refsingu, hugsanlega, og því málið lokið. Hér erum við búin að vera frá því klukkan 9 þennan dag í Maskó og 9 morgunni mæta sjónvarpsfélagar og það búið að vera eiginlega að sýna myndir núna í næstum 4 ár af þessari húslit og það búið að vera að fjalla hana reglulega. Þannig það alltaf verið að minna á þetta, alveg endalaust. Þannig að þetta búið að vera í umræðinni í 3,5 ár. Þannig að það í sjálfu sér andskoti mikil refsing fyrir ekki að nota þetta orð. Ég ætla að fá í rauninni að spyrja þig bara óviðeigandi vegna þess að við búum hérna í litlu samfélagi og ég verð örugglega sköpuð í fjölmiðlafræðistéttinni fyrir að leggja þetta svona fram. Og það nú reyndar þannig að maður verður næstu smeykur að fjalla Samherja á þessum tímapunkti öllu saman því að gagnrýnin náttúrulega það mikil og ég ætla ekki að þykjast vita neitt það hvernig þessi lög virka eða hvort þau voru brotin eða ekki. En engu að síður þegar það rætt það í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum að það sé nú skrítið að heyra þennan ríka mann væla og skæla yfir því að það sé að hann þurfi að bera ábyrgð eins og aðrir og svo framvegis og hvaðan ægilega bágt og þá veit ég bara því við höfum hist út á götu oft og spjallað þetta eins og annað og þú eiginlega alltaf svona án þess að það séu kamerur fyrir framann talað í rauninni lítið talað fjárhagslegt tjón þó maður viti að það verulegt. Miklu frekar og ekki talað endilega eitthvað mikið það að þetta sé svona erfitt fyrir þig nema að því leyti að þér finnist þetta erfitt fyrir þig gagnvart þínu fólki og því uppbyggingarstarfi og lífsstarfi þínu. Sko, fjárhagslegt tjón gríðarlega mikið og verður ekki bætt sko og svona orðsporstjón líka mikið en það sem að ég hef verið náttúrulega ofboðslega ósáttur yfir og verður rosalega reiður oft yfir og hvað sem að ég bara út að ganga eitthvað svoleiðis, sko að þá verð ég rosalega reiður yfir því hvernig hinnir ágætu einstaklingar sem hafa verið í þessu máli með mér hafa verið dregnir inn í þetta og það náttúrulega kannski vegna þess að ég þekki þessa einstaklingar sem hafa verið með mér í þessu einstaklega góðir og heiðarlegir menn og mér hefur bara þótt svakalega erfitt að horfa upp á það að hvernig þeir hafa verið dregnir inn í þetta þar að segja að mér finnst að það hefur átt að vera nóg að taka mig inn í þetta mál eftir þessu máli vísa frá þar að segja gagnvart fyrirtækjum og þetta hefur bara verið mér mjög erfitt og við erum líka búin að vera svo lengi á þessari biðstofu eins og við kalla sko. Það búið að segja okkur svo lengi eða oft að það sé að koma og okkur var sagt að síðastlega vor að nú væri þetta að koma það rannsókninni væri lokið þannig við erum búin að vera svo lengi á þessari biðstofu að hugsanlega kemur að byrja á morgun eða eitthvað svoleiðis sko. Og þegar búið að fara fram á þennan hátt sem búið að gera gagnvart okkur þá hefur eins og ég sagði áðan maður hefur takmarkað traust á orðið á stjórnsýslunni þannig maður veitur ekkert hvað gerist og vegna þess að málið hefur verið sóttans offorsi undanförnu og maður haft á tilfinningunni að það bara verið að reyna sem við náttúrulega búið að gera leita að einhverju til að kæra okkur fyrir eða ákæra okkur fyrir. Það búið að fara fram í raun trillt leit á öllum mögulegum og ómögulegum gögnum sem fundust og voru tekin í Samherja
Er það þess að tilfinning þín að það hefur verið farið fram að það hefur verið mistök að hálfu Seðlabankans og þessi húðsleit hafi verið mistök en það sé bara erfitt fyrir þá að viðurkenna það að það hafi verið mistök og segja bara æ, sorry, þetta voru mistök, gangi þér vel? Já, það er alveg ljóst að þau gögn sem að voru lögð fram fyrir húsleitinni, þau voru með þess að dæmd. Það er líka bara dómur fyrir því að þau voru röng. Útreikningar Seðlabankans voru bara rangir. Og eins og ég segi, þá hefði hún kannski átt að hugsa sig aðeins um. Og þegar að gögnunum er haldið frá því eins og þeir gerðu, aldrei að hleypa í gögnin, það var eitthvað sem þeir voru alltaf að leita. Það voru alltaf að leita. Og þetta búið að taka þennan ótrúlega tíma er búið að vera mjög erfitt. En það er sem sagt á hreinu, þú ert sannfærður það að það hafi ekki verið að yfirlögðu ráði neitt sem þú eða starfsmenn Samherja hafi gert glæpsamlegt. Það er bara búið að staðfesta það að við erum bara heiðarlegt og gott fólk og við sem berum þetta nafn Már, það er bara ein undantekning á því sem sanna regluna í þessu. Það er bara einn maður sem á ekki, við einstaklingarnir bara, við erum bara flottir og heiðarlegir og svo bara ein undantekning sem sanna þessa reglu. Það er svona... Að lokum, Samherji, næstu ár, framtíðin, getið þið skilið þetta mál eftir, sagt bara þetta er búið, við kveikjum í þessu, sturtum þessu niður í klósettið og höldum áfram, ótrauðir, á Íslandi? Já, við verðum að komast í gegnum það. Það er ekkert, við erum alltaf að velta þessari framtíð fyrir okkur og við verðum bara að gera það og við einstaklingarnir verðum að gera það. Við erum bara gott fólk, ekki hefnigjarnir, þannig að við auðvitað, þetta er bara dásamlegt að sé komið niðurstaða í þessu. Og auðvitað mun maður bara svona einn daginn fá sér eitt hvítklemmisglas og fagna því, sko. Það er ekkert öðruvísi. Og halda svo áfram? Já, við höfum haldið þessi hópur starfsfólks, við höfum haldið ótrúlega vel saman í gegnum þetta tímabil. Og ég er náttúrulega ótrúlega þakklátur fyrir það.